Já, hér erum við með dæmi í hnitakerfi. Við erum beðin að finna jöfnu línu út frá þessum upplýsingum. Og hvaða upplýsingar höfum við? Jú, við vitum einn punkt, punktinn A sem er með x-hnitið 3 og y-hnitið 5. Svo vitum við hallatöluna, hún er 3. Nú, þetta eru nægar upplýsingar til að finna jöfnu línunar og jöfna línuna mun líta svona út þegar ég er búinn að vinna þetta dæmi. Hún mun líta svona út. Byrjum á því að merka hérna eða taka hvað x-töluna hérna með x-i, y-töluna með y og hallatöluna með h. Og ég nota mismunandi liti til að tákna x-ið, y-ið og h-ið. Það er viljandi gert. Nú, það fyrsta sem ég geri er að ég seti upp jöfnuna á staðalformi. Þetta hér er jafna beinna línu á staðalformi. Það er að segja y-ið, hallatalan, x-ið og svo kemur sér tala m. Málið er, ég veit nefnilega allt í þessari jöfnu hérna nema þetta m. Og ég þarf eiginlega bara að finna það. Byrjum það á því að setja inn í staðinn fyrir i-ið, það er talan 5. Þannig að 5 kemur hérna í staðinn fyrir i-ið, hér er það komið. Í staðinn fyrir hallatöluna kemur 3, samanber þetta hér. Og í staðinn fyrir x-ið kemur þessi þristur, hér er hann kominn. Þá er ég búinn að setja inn allt sem ég veit inn í jöfnuna, nema ég mig vantar þetta m. Byrjum það á því að finna þetta m. Ég byrja á því að margfalda 3 sinnum 3, það er 9. Og færum svo þessa 9 yfir samansammerkið, þá hættur hann að vera plús og breytist í að verða mínus. Þannig að hinum við samansammerkið, hérna vinstra megin, er komið dæmi 5 mínus 9. Og það er jafnt á m. Reiknum þá út hérna 5 mínus 9 sem er mínus 4. M-ið er þá mínus 4. Ég veit þá orðið allt í þessari jöfnu. Og ég þarf þá að setja jöfnuna upp. Þannig er að því ég setja upp jöfnuna þá ger ég bókstafinn y og x. X og y koma hérna bara í bókstafum. En hallatalan þarf að koma og þetta m. Þannig að jafnan lítur þá svona út. Y er jafnt og hallatalan 3 sinnum x mínus m-ið sem er mínus 4. Þannig lítur jafna þessarar línu út. Hér er hún komin. Takk fyrir.